Hvernig breytist hlutverk stjórnenda á næstu árum? Ég held að það eigi eftir að verða stórfelldar breytingar á því starfi. Og fyrir stjórnendur að þá það held ég fyrst og fremst getan til þess að geta lesið í ytra og innra umhverfi og brugðist við þeim breytingum sem þarf að bregðast við. En til þess þarf að hafa greiningarhæfni, skarpa sýn á valkosti, fá fólkið svolítið með sér, að geta byggt upp traust, að geta hlusta eftir ólíkum röddum, að geta tekið svolítið á skarið, að geta innleitt breytingar. Hlutverk stjórnenda og hefur alltaf verið að ná að virkja hóp í að ná ákveðnum markmiðum. En hvernig slíkt gert breytist bara með þau tól og tæki sem til eru. Þannig að hlutverk stjórnenda næstu ár breytist bara í tengslu við þann veruleika sem að fyrirtæki að glíma við og þau tæki og tól sem þau hafa til þess að ná sem bestum árangri. Stundum hugsa ég á þessum tími gervigreindar það sem allt að breytast, við eigum bara að fara tilbaka í Sókrates og Plató og sitja í hring og ræða heimspeki, svo fólk læri krítíska hugsun og sem stjórnandi þá verður þú að hafa krítíska hugsun til að skilja hvernig þú stýrir bæði fólki og gervigreind og það að breytast svo rosalega mikið og þú þarft kannski að vera tæknilegri sem stjórnandi heldur en þú varst áður.